Komið þið sæl, ég heiti Ari, ég var ekki með ykkur í morgun. Ég er upphafsmaður af þessu apparati sem við sitjum í núna, Vísindasmiðjunni. Það hefur tekið okkur nokkur ár að raða saman efni í þennan kassa. Þetta var gert í tilefni af ári ljóssins sem var 2015. En við erum loksins tilbúin með þetta og þetta verður mikill léttir að fá að afhenda þessa kassa vegna þess að 150 stykki af svona kössum tekur heilmikið pláss og ég er búin að vera í miklum vandræðum með að forða þessu undan. Ég fæ að setja þetta upp á einu stað einn mánuðin og svo þarf ég að flytja það fyrir næsta mánuð og svo framvegis. Í kassanum eru ljóskastarar og Martin var að sýna ykkur í morgun eitthvað hvernig við notum þessa ljóskastara. Þið þurfum að ganga frá þeim, skrúa þetta fast á einhverja spýtu, setja á þetta kló og eitthvað svoleiðis. En frágangurinn þarf ekki að vera flókinn, þó svo að við höfum gert þetta eitthvað svolítið flóknara þarna inni. Hér eru líka leysir í þessum kassa hér og haldari fyrir hann í þessum. Og hér er leysir sem er búið að setja saman. Það kostaði tölverða leit að finna leysi sem var nógu daufur og meðfærilegur til þess að við gætum sent hann út í skólana. Það fyrsta sem ég fékk var selt á að það væri í þessum öryggismörkum sem eru 1 milliwatt fyrir þá sem eru óþjálfaðir og hann reyndist að vera 50 milliwatt og átti ekkert erindi í skólana. Þetta er fín verkfæri fyrir okkur hér inni en á ekki heima í skólanum. Hvað mætti svona leysir þessum styrk lýsa lengi upp í auga? Öryggismörkin upp á 1 milliwatt eru sett þannig að það tekur þig einhvern ákveðin tíma að bregðast við og loka auganum með auglokinu. Ef að þú heldur auganu opnu og lýsir inn þá getur þú skemmt með miklu minna afli. En þá ertu komin í pyntingar aðstöðu. Þú ert ekkert í því. Þannig þó þetta lýsir upp í auga, fólk blikkar og það er allt í lagi. Öryggismörkin eru miðuð við tíman sem að tekur þér að bregðast við. Þannig að þó svo að þessi geisli lendi í auga þá kannski sér sá sem að færi þetta í auga er ekki næsta klukkutíman en svo kemur þetta aftur. Það jafnar sig. Þetta notum við til dæmis með þessum ljósgreiðum sem er að senda þarna. Þið sjáu núna eru nokkri blettir sem koma á ljósgreiðanum búin að kljúfa geislan upp í marga búta. Við getum líka sendt þetta í gegnum ljósleiðara. Þessi höng er með einhvers staðar á bilinu 40 til 50 metra af ljósleiðurum. Sjáu þið eitthvað koma út hinn endalum? Já, sjáum við. Það er að beina þessu í mismunandi áttir þannig að ef að þið sjáu eitthvað koma þarna út þá er þetta ljós sem er búið að fara í gegnum þessa 40 metra eða svo og kannski kringum 80 hringi. Ég hef ekkert verið búin að nefna þessar umgengnisreglur sem ég bjó til þetta og hvötin til þess að senda þetta út í skólana er að ég vil heldur að börnin læri þetta læri að umgangast þessi tól í öruggu umhverfi heldur en þau læri ósiðin af götunni. Og fyrsta reglan er svo að það maður lýsir aldrei í höfuðið á neinum, ekki einu sinni í hnakkan. Og þetta bann færir líka þennan ljóta leik að láta köttinn elta blettin. Því að þá getur þú farið að lýsa í augun á honum. Næsta regla er svo að maður setur aldrei neitt sem er speglandi inni í geislan vegna þess að þá hefur litla stjórn á hvert geislinn fer. Með þetta tvennt í huga þá er leysirinn orðinn bara skemmtilegt verkfæri og á að verða hættulaus ef að þessum tveimur meginreglum er fylgt.
Þau eru mörg með krakkarnir miklu sterkari leysa. Það verið að selja leysibendla sem er algengt að séu 5 til 10 milliwatt. Og svo fyrir utan þessa sterku leysa sem þeir eru að kvarta undan að þeir verið að nota þegar þeir verið að lýsa á flugvélar. Það er kannski komið upp í 100 milliwatt eða meira. En það sem að óþjálfað fólk má leika sér með er 1 milliwatt. Svo þetta voru ljósleiðara sem hún er að nefna. Hér eru þessar tveir umgangar af þessu. Já, það er bara öðrum kassa. Það eru umslag hérna í kassanum sem stendur á ljósgreiður, 500 línur á millimetra. Og hér inni eru þessar plastþynnur af þessu tagi hérna sem við notum til þess að búa til þessar litrófsjár sem að hér eru. Það eru komin myndbönd upp á vefsíðun okkar vísindasmiðjan.hi.is. Það er flipi merktur ljósakassin og þar undir eru þessi myndbönd, 6 talsins, þar sem að við Martin erum að lýsa hvernig við göngum frá hinn og þessu og lýsa nánar því sem að hér er. Þegar við lýstum í gegnum svona þá klofnaði ljósið upp í fleiri punktar. Ef þið horfið í gegnum þetta þá sjáið þið litróf hérna uppi frá lempanum. Þetta er líka afgreitt í svona ramma, annars er það laust bara. Og þetta er bara til þess að hafa sem að verður ekki mjög fitugur. Eða ef það koma fitu í puttar á þá er auðvelt að þrífa glerið en það er ekki auðvelt að þrífa filmuna sjálfa. Við höfum sett einhvern ákveðin fjölda hérna inni og þið eru kannski búin með þessi kennara sem eru virkastir, eru búin með byrðunar eftir mánuð. Við vildum ekki setja meira þarna í vegna að við reiknum með að við hittum á virka kennara í 50, hvað sem að 150, hinir bara bíða. Ef þetta klárast hjá okkur þá eigum við töluvert í viðbót af þessum síum og við eigum töluvert í viðbót af þessum ljósleiðurum og þið bara biðjum meira og fáið það umyrðalaust. En ég vil ekki láta þetta í hendurnar á nema þeim sem að nota þetta. Er það ljósgreiður eða ljóssíur? Þetta kalla ég ljósgreiður. Svo komum við að öðru sem að eru kallað skautunarsíur. Hér eru líklega 24 síur sem ég ætlaði nemendum og 2 síur sem voru ætlaði fyrir kennara. Ef að taka aðeins sirpu á þessu til þess að útskýra hvað við eigum við með skautun. Ljósið eru sveiflur í stærð sem við köllum rafsvið. Við látum líka milli hluta hvað það er, en ekki láta það leggjast utan í. Svona. Nú ætla ég að senda lóðrétta sveiflu hérna í gegn og við segjum að þetta hafi verið lóðrétt skautað. Hugtakið skautun er bara að vísa til stefnunnar á sveiflunni. Önnur lárétt skautun kemst ekki í gegnum þetta tréverk. Svoleiðis að tréverkið sem við erum með hér er skautunarsía fyrir þessa mekanísku sveiflu sem við höfum höfðum. Þetta eru síðan síur fyrir ljós og sigtar út, segja að það sem er lóðrétt skautað fer í gegnum þegar hún snýr svona en það sker í burtu það sem er lárétt skautað. Þessar síur koma fyrir í polaroid-glerugum, laxaglerugum, þannig að það eru laxveiðimenn og flugmenn, bílstjórar sem að þurfa að losna við speglun af láréttum fleti sem að nota svona.
Ég veit ekki hvort að þið hafið upplifað þessa skrýtnu sjón að sjá laxveiðimann í fullum herklæðum út í á og það er hringt í hann. Hann tekur upp símann sinn sem gefur, eða gaf þá, þessu er ekki allir síma í dag sem gera það, skautað ljós. Þannig að laxveiðimaðurinn í þessum dýra búningi með símann sinn í annarri hendinni, gleraugun á nefinu og stöngin í hinni, hann þarf að halla sér svona og snúa símanum svona til þess að geta séð hvað er að hringja. Þetta er komisjón, sérstaklega því að maðurinn er búinn að borga svo mikið fá að vera þarna í ánni og þurfa svona að snúa svona. Þið sjáið andlitið á mér hér í gegn eða ekki. Og svo ætlum ég að snúa annar í síðunni og þá lokum við fyrir. Núna vorum við að búa til ljóskrana. Við vorum að skrúa fyrir streymið á ljósinu. Gegnum aðra síðuna kemst bara það sem er, þegar hún snýr svona, segjum það komið það sem er lárétt. Núna kemst það gegnum báðar, en hér snýi hinni öfugt og þá er ekkert eftir sem að hefur þessa stefnu og kemst í gegn. Við getum notað þetta líka til þess að sikta út speglun. Almennt er ljósgjafarnir sem við erum með óskautaðir, þannig að þegar horft er upp í þetta og snúið þá sjáum við enga breytingu. En ef ég horfi hérna á ljós sem kemur af framrúðunum á bílunum hérna út við Hótel Sögu og sný, þá sé ég tölverða breytingu. Og þetta þýðir sem sagt að ljós sem að speglast af einhverjum fleti undir svolítið gleiðu horni, það verður skautað. Í kringu 60 gráður eru það sem að kemst næst í. Þið getið prófað þetta bara á eftir. Annar möguleiki að nýta þetta er límband. Límbandið hefur eiginleika sem er kallað tvíbrot. Það þýðir að hraðinn á ljósinu er annar fyrir skautun sem er í stefnu límbandsins, má segja, eins og rúllunni, heldur en þvert á. Hérna eru nokkur lög af límbandi og þið sjáuð ekkert spennandi við það. Það er eiginlega ekkert að sjá þessu, þetta er bara gegnsætt. Núna ætla ég að snúa þessu þannig, eða set skautunarsíuna hérna fram við, þannig að það ljós sem að þið sjáuð núna er skautað, en við erum öll með þennan fæðingagalla að við skynjum ekki skautunarstefnuna. Og það þýðir að það er ýmislegt í tilverunni sem fer fram hjá okkur. Eins og til dæmis þetta hér. Og nú ætla ég að snúa annar í síðunni. Og nú ætlið þið að fara að bera virðingu fyrir límbandi. Þetta var ekki bara eitthvað ómerkilegt. En þetta er nú kannski ekki alveg svona einfalt viðuregnar. Ég sjá að núna sjáu þið ekkert í þessu. Og ég þarf að snúa þess í 45 gráða horn, þá koma litirnir og hverfa aftur hér og koma aftur hjá það. Hvað er að gera þannig? Eiginleikin sem við verðum að nota hérna er þetta tvíbrot. Að ljóshraðinn er mismunandi fyrir skautun í þessa átt og hérna. Þannig að þegar að ljósið leggur á stað þá tekur það mismunandi tíma að fara í gegnum límbandið eftir því hvort það er rautt eða blátt ljós. Er mismörg límbönd á? Já, hérna yst var 1 lag, 2 lög, 3 lög og litaskiptin sem þú sást var fjöldi laga af límbandi. Það er til önnur mynd hérna sem er svolítið meira figuratív. Svona. En til þess að
fá alla þessa litadýrð fram, þá þarf að snúa öllum límbandslögunum eins. Og þetta kemur til í gegnum framleiðslu aðferðina á líminu. Við taka plastkubb og valsa niður. Vitið þið hvað er að valsa? Það er svona rúlla eins með kókkefli. Ef þið rúllið alltaf í sömu áttina þá heitir það að valsa. Allt plast er búið til úr löngum kolefniskeðjum sem að í kubbnum í byrjun voru bara í einum hnút. Þegar búið er að valsa þetta út, þá liggja allar kolefniskeðjurnar hlið við hlið. Og efni sem að hafa svona uppbyggingu, að það er mismunur á stefnunum, eftir keðjunum eða þvert á, geta gefið okkur ýmiss konar skemmtilega eiginleika. Og í límbandinu kemur þetta fram sem tvíbrot, að það ljóshraðinn er háður skautunarstefnunni. Þannig að þegar að ljósið sameinast að þessar tvær skautunarstefnur sameinast aftur hinn megin, þá mætast þeir í mismunandi fasa eftir hver öldulengdin var. Og þannig gerist þetta. Má ég spyrja einu, er þetta plexigler samt með það gler? Ég límdi þetta bara á plexigler og venjulega göngum við þannig frá þessu að þau taka smjörpappír, við setjum strimil af líminu hér á, þetta er skorið niður í búta eins og með vilja og þá bara þurfum við að hafa eitthvað undir til að vera ekki skemma undirlagið og svo er límbandsbúturinn og smjörpappír skilin að og límið fært yfir á plexiglerplötuna og ef það er eitthvað hlífðarplast hérna á þá er að taka það af fyrst. Það hefur verið að láta krakkana búa til mynstur sem þetta. Ég er búinn að halda námskeið með þessu og gerir því alls staðar þar sem háskólalestin kemur. Ég held ég komið á annan áratug. Börnin fá bara hnífa til að skera þetta og ég man ekki eftir með einu tilfelli að það fór einhver krakki að stakk sig aðeins á. Það hefur ekkert verið vandamál. Það er lægi allt eins. Eða skiptir eitthvað. Ef þú ætlar að fá þessi litaskipti fram, ef þú fyrst leggur eitt lag, það var blátt að mig minnir, venjulega, var ekki yst á þessum myndum var blátt. Svo kom einhver annar litur þegar þú leggur næsta lag á og þetta snýr eins. Ef þú snýrði hins vegar 90 gráður á, þá fær það alveg gegnsætt. Þá eyðast áhrifin af fyrsta límbandinu af næsta límbandi. En ef þú setur bara búta, hist og her á plötuna og þið snúa tilviljunlega kennt, þá þýðir það að þegar að plötunni er snúið hérna inn á milli, þá kviknar bláa ljósið á mismunandi stöðum eftir því hvernig þetta snýr. Það getur líka verið skemmtilegt. Þannig að ég hef ekki sett börnunum neina reglur þetta í fyrstu umferð. Þau bara gera það sem þau vilja. Það kemur alltaf eitthvað skemmtilegt út. Þó að sé kannski ekki alveg sama litadýrð eins og var þarna. En það fékkst miklu meira líf í myndina þegar það var að kvikna og slökkna og það var snúið. Hvaða aldur yngst hefur verið með í tímanum? Svona 10 ára eitthvað þess. 10-12 ára. En þetta hefur passað fyrir alla aldurshópa. Hvað sagði hún stelpan á Hólmavík? Nú það mér aldrei að leiðast aftur. Er ég ekki búinn að mala nógu, ekki að hleypa Martin að? Hérna, við erum búin að fara í gegnum góðan búta af þessu. Við erum ekki búin að minnast á litrósjarnar hann eitthvað. Nei, ég held ég hafi líka sýnt í þetta ráð. Nei. Hérna, við erum með þessum sé þennan góða vöndul af ljósleiðara og það er hægt að leika sér að skína í gegnum þetta og þetta er hægt að leiða á milli stofa og senda morsmerki eða eitthvað svoleiðis eða þið getið rifið þetta niður í smærri búta
Svo hérna erum við búin að taka vöndul af svona ljósleiðara, líma hann saman inn í svona sogröri og það bara passa að sogrörið passi hérna upp á þessa díóðu. Svo er hægt að kveikja og þá fáum við svona skemmtilega litum. Heima tilbúin svo leiðis. Þessi díóðu sjá, hún breytir lit og þá fáum við hérna eitthvað skemmtilegt. Það er búið að taka einn þeirra og binda á hann hnút. Þannig að ljósleiðari í raun og veru leiðir ljósið eftir sér, verður ekki tap, ákvarðlega lítið tap hérna út eftir hliðunum, svo við fáum allt ljósið út endana. En hérna er búið að gera hnút á hann, beygla hann mikið og særa hann. Ari tók sem bara hníf og svona risti eftir eins og maður er að gera jólapakkana og þá sjáum við hérna megin. Hvernig það legur. Svo með þessu er þetta að gera alls konar skemmtileg munstur og listaverk. Þetta er annað sem að Ari á Sæminan lager af, svo þegar ég klárið þetta þá komum við bara og talið við okkur aftur. Þetta er þessi ljósleiðari, tengt ljósleiðarum. Erum við með þessa kassa hér. Við erum með 2 svona sett og inn í hverju setti eru alls konar linsur. Hérna erum við með safnlinsu, hérna erum við með dreifilinsu og línuleysa. Svo hérna er leysigeisli en hann skannar upp og niður og við erum með 3, þeir eru samsíða og þeir eru orðnir það dreifðir að hérna skiptir engu máli þótt þetta fari í andlitið á einhverju. Og við getum látið þessa samsíða 3 geisla, lenda til dæmis hérna, fara í gegnum þessa safnlinsu. Hún safnar öllunum geislunum saman í einn punkt. Þetta er brennipunkturinn. Þetta kennum brennipunkta og sem ekki líka það tengja inn á þessa brennivít sem er þó fjarlægðin frá miðju linsunar yfir í brennipunktin. Við erum líka með linsu sem dreifir úr, dreifilinsuna. Hún hefur náttúrulega engan brennipunkt vegna þess að geislarnir dreifast út en hún hefur samt brennivít og það er raunverulega til þess að finna hana þyrftum við að teikna línur eftir geislunum, framlengja þær fram fyrir linsuna. Og þar sem þær skerast, það er þá brennipúturinn eða fjarlægðin frá þeim punkti yfir í miðju linsuna og það er þá brennivítin. Og miskrappar linsur, eða þá mislanga brennivít. Og þetta ákveður hversu sterk gleraugu eru. Við höfum einmitt svona linsu öll í augunum. Þetta er bara augasteinninn okkar og hann fókuserar myndina aftan á sjónbotninn. Nema í tilviki mín, ég nota linsur, hún nota gleraugu, það er einhver með gleraugu. Við þurfum að færa til þessa mynd til að hún hitti á, vegna svona hún er ekki að ná að setja í fókus. Ég er nærsýnn, ég þarf svona linsu. Hún fer þá framfyrir og færir brennipunktinn aftar. Svo hérna er þetta að tengja við líffræðina líka. Við erum með fleiri hluti hérna, við erum til dæmis með spegla, með hólspegl, kúpturspegl og hérna er þetta að fá þennan íhvolfa spegl og fá brennivítina hérna líka. Sen er þetta að taka kúptaspeglin og það dreifist út. Síðan erum við með þennan hér og prismuna. Prismuna er skemmtilega vegna hún vegir svo svakalega mikið. Það er líka hægt og það er mjög erfitt að fá hvítan ljósgeisla inn í gegnum prismuna. Hún brotnar aftur og þá fáið þetta skemmtilega Pink Floyd albúm þar sem þið greiðið úr litunum. En það er mjög erfitt að sjá þá liti. Það þarf að búa til mjög grannan ljósgeisla og það þarf að vera mjög sterkur. Þess vegna höfum við lengi að gera þetta fyrir vinnubókina. Og virkaði það? Já, þetta er ekki alveg svona erfitt held ég sko. Það tók samt alveg einhver klukkutíma. Mér er aðalega reynst erfitt sko að gera þetta í kennslustund vegna þess að þú þarft að myrkva töluvert vel og þú þarft að vera með bjartan ljósgjafa sem er samt með öllu litrófinu,
svo það dugar ekki að vera með einhverja ljósstíðu og svo já, það er svona. Ég var að kenna honum leik til að gera þetta. Síðan hægt að gera það, en þá fær ekki regnbúan út eftir pappírna, sko. Loki þessum fleti og skilji bara eftir litla rauð. Lýsi hérna á, þá er ekki maður lítill hluti af þessu mjór geisli sem kemst inn í prismað og það skila sér aftur til. En trikkið er þá að það er samt að skerma fyrir ljósgjafan, sko, annars kemur svo mikið smit. Ég kætti vasaljós með álpappír og stórt og gerði pínulítið gat. Það er góð hugmynd. En það er nefnilega miklu betra verkfæri og það voru ljósgreiðurnar sem varstu ekki búin að... Og áður en þú ætlir með þetta þá áttum að segja að þú ætlir að setja þetta PDF-plagg. Já, það er rétt. Ég er samt ekki búið með það hérna, við erum rétt að byrja á því, sko. Svo ég ætlaði bara að minnast á að þessi hlutur er sem svona prisma, en miklu betri heldur en prisman eru ljósgreiðurnar sem eru einhvers staðar hérna. Varstu búin að sýna þessum hóp? Já, ég var búin að, já. Svo að þessi gera miklu betur þar sem að þessi hlutir eru gerðir fyrir. En þá komum við að þessum þessi er alveg yndislegur vegna þess að hann leyfir okkur að sjá ljósbrot ákaflega vel. Svo, þetta plagg sem verður á PDF-formi á vefnum okkar. Ég geti prentað þetta bara út í A4, þetta er í rauninu þessi en hann er með fleiri rákum, betri upplausn og það er óþægilegt að vera að nota þetta skemmist og litast og það verður gott að geta teiknað inn á þetta líka. Svo getið prentað þetta út í A4, ljósritað upp í A3 eins og við erum hér og til þess að nota þessa linsu þá látum við ljósgeislan einan fara þvert eftir línunni, leggjum síðan linsuna með flata flöturhliðina upp við línuna og rennum henni inn að og þá sjáum við að ljósgeislinn hann bognar og við getum látið hann fara að sitta á hvað en ef hann fyrir alveg beina leið áfram þá vitum við að hann sé að fara beint í gegnum linsuna og núna fer hann beint í gegnum vegna þess að hann fer þvert á flata flötinn fer þess vegna beint í gegnum, verður ekkert ljósbrot til hliðana og ef hann fer beint í gegnum þá fer hann líka þvert á kúftaflötinn og núna í raun og veru, svo lengi sem ég læt ljósgeislan fara inn að miðju krossins, sem er þá miðjan á flatafletinum, þá fer ljósgeisli alltaf einhver og lendir þá þvert á fletinum og kemur alltaf beint út. Svo það verður ekkert ljósbrot til hliðana eftir þessum kúftafút. Svo núna ef ég fer út 15 gráður, þá sjáum við að ljósgeislinn fer ekki út eftir 15 gráðum, heldur verður ljósbrotið aðeins minna. Og erum við komin út eftir einhverjum 10, sem fer í 30 gráður og hann bognar alltaf inn að ferlinum. 60 gráður og kemur hann út eftir 35 eða svo. Við getum líka skoðað þetta öfuga. Það er að segja, þegar ljósgeislinn fer úr glerunni út í loftið, þá getum við stungið hann aftur þurfum við að núllstilla svona, það kom beint í gegn og núna, svo lengi sem við förum alltaf eftir þessum línum, þá kemur hann ljósgeislinn alltaf þvert á kúftaflötinn og brotnar þá ekki til hliðar, það kemur bara beint inn. En það verður ljósbrot við flataflötinn, alveg eins og áður. En núna öfugt við það, þegar við komum inn eftir 30 gráðum, þá verður hann brotnað í hina áttina. Þannig að beygist meira. Og eftir því sem við förum lengra og lengra og lengra, þá bognar hann meira, þangað til að allt ljósið endurkastast. Þetta þykir mér alveg stórmerkilegt. Ennþá, sama hversu oft ég segi þetta, vegna þess að við erum að fá ljós sem fer inn í gegn, inn úr glæruefni sem loftið er, inn í glæran kubbinn. Það verður ekkert ljósbrot, það verður beint í gegn, sem lendir hann á skilfleti glærs kubbsins og gegnsæðs loftsins, en fer ekki í gegn. Það er endurkastast fullkomlega. Þetta er þessi alspeglun. Þetta er alveg stórmerkilegt og þetta er það sem að gefur okkur þessa ljósleiðara. Að er einfaldlega hornið sem ljósið lendir
að skilfleitinum innan úr ljósleiðaranum það stórt að það endurkastast allt og þess vegna fer hann eftir. Og það sem var gert hérna á þessum enda sem var særður, þá erum við búin að gera það að verkum að ljósið lendir undir horni sem hleypur því út.